Íslendingur sem býr í Kív segir loftárásir Rússa stundum endast í hálfan sólarhring. Dróni lenti 200 metra frá heimili hans. Júnímánuði var sá mannskæðasti í 3 ár meðal almennra borgara í Úkraínu. 65 ára kona sem búið hefur alla ævina á Íslandi og er fædd hér af íslenskri móður hefur hlaut ekki náð fyrir allsherjarnefnd Alþingis og var ekki meðal þeirra 50 sem hlutu ríkisborgararétt í gær. Hver er formúlan, spyr hún. Eftir langa rimmu græna gímaldið eru íbúar við Árskóga í Breiðholti aftur komnir í deilu við borgina, nú vegna göngustígs beint fyrir utan stofuglugga íbúa. Þeir söfnuðu saman á stígnum í dag til að stöðva framkvæmdir. Kylfingar hafa flykkst á Húsatóftavöll í Grindavík í sumar. Völlurinn er í toppstandi eftir lagfæringar, segir framkvæmdastjóri golfklúbbs Grindavíkur. Kærleiksriddarar Bryndísar Klöru eru í hringferð landið til að slá fleiri landsmenn til riddara. Þau segja hver sem geti orðið riddari með því að hafa kærleikann að leiðarljósi. Komiði sæl. Utanríkisráðherra Rússlands, Sergej Lavrov, segist viss að stjórnvöld þar geti ráðið við nýjar viðskiptaþvinganir Bandaríkjamanna. Bandaríkjaforseti hótaði í gær að setja 100% viðbótartolla á ríki sem stunda viðskipti við Rússland ef ekki tekst að semja vopnahlé innan 50 daga. Lavrov segir rússnesk stjórnvöld vilja sjá hvað sé á bak við yfirlýsingar Trumps. So far I've been very disappointed with President Putin. I've solved a lot of wars in the last 3 months. But I haven't gotten this one yet. This is a Biden war. It's not a Trump war. I'm here to try and get us out of that mess. Are you on Ukraine's side now? No, I'm on nobody's side. Why? I want to, you know what the side I'm on? Humanity's side. I want to stop the killing of thousands of people a week. I want to stop the killing. I want the killing to stop in the Ukraine-Russia war. That's the side I'm on. Liðin eru 3 ár og tæpir 5 mánuðir frá því að Rússar réðust inn í Úkraínu. Samkvæmt Sameinuðu þjóðanna var síðasti mánuður sá mannskæðasti í 3 ár meðal almennra borgara. Á 300 voru drepin og fleiri en 1300 særð. Nærri 10 milljónir eru á flótta sem er 1/4 þjóðarinnar. Tæplega 4 milljónir innan Úkraínu og 5,6 milljónir hafa flúið til annarra landa. Íslendingur sem býr í Úkraínu segir ástandið hafa breyst mjög mikið síðasta árið. Rússar hafa aukið framleiðslugetu sína á þessum langdrægu drónum þá sérstaklega. Þeir eru farnir að geta 10 sinnum fleiri sendir inn til Kív, þessi langdrægu drónar, í júní 2025 heldur árið 2024, í júní 2024. Þannig að munurinn er sá að loftvarnir eru ekki búin að tífaldast. Það eru ennþá mjög svipaðar, þannig að þeir eiga í miklu meira fangsi með að reyna að skjóta þetta allt saman niður, þannig að það nær okkar svæði þar sem við búum inn í miðborg Kív og höfum og upplifa okkur frekar örugg, en það fer alltaf nær og nær og nær því það er yfirgnæfi loftvarnir. Óskar starfar sem blaðamaður fyrir Heimildina. Hann er giftur Maríka sem er úkraínsk og hefur búið í Úkraínu í 6 ár. Í síðustu viku lenti dróni 200 metra frá heimili þeirra hjóna og í júní sváfu þau heilu næturnar á baðherbergisgólfinu vegna loftárása. Þær endust sumar í hátt í hálfan sólarhring. Það munar svakalega að senda 45 dróna af því þú heyrir alveg í einhvers staðar í fjarlægðinni ef verið að skjóta niður drón og þú færst snýrðir bara á hinni hliðina og fyrir að sofa, eða það eru 450 drónar á leiðinni inn í borgina og þú heyrir í þeim sveimandi yfir hausnum á þér. Bandaríkjaforseti og framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins kynntu í gær viðamikla vopnaflutninga til Úkraínu. Óskar segir þetta veita sér von framhaldið. Hann lofaði okkur 17 Patriot loftvarnakerfin, ég á nú eftir að sjá það gerast, en það eru nokkur á leiðinni og þessi Patriot kerfi eru einu kerfin sem geta skotið niður öflugustu eldflugurnar sem koma inn í borgir. Það sem skiptir okkur mestu máli eru skotfæri í þessa sérstöku tegund af loftvörnum. Síðan á bara það eftir að koma í ljós. Þegar ég búin að læra það í gegnum stríða, yfirlýsingar eru yfirlýsingar
Langar þið ekkert að flytja bara aftur heim? Nei, ég meina alls ekki, nei. Ég á heim í Úkraínu, ég elska Úkraínu, mér líður vel í Úkraínu þrátt fyrir stríðið. Ein þeirra 200 sem allsherjarnefnd Alþingis lagði ekki til að fengi ríkisborgararétt borin og barnfæddur Íslendingur. Hún segist ekki skilja hvað þarf til. Hún gæti misdvalarleyfið ef eiginmaðurinn skilurði hana. Jónína Sipp fæddist í Reykjavík 1959 og á íslenska móður og bandarískan föður sem fluttist fljótlega eftir fæðingu hennar aftur til Bandaríkjanna. Í febrúar óskaði hún eftir því við allsherjarnefnd að fá íslenskan ríkisborgararétt. Henni varð ekki að ósk sinni. Mikil vonbrigði. Nú ætla ég ekkert að fara að gráta. Nei, það voru mikil vonbrigði að sjá það ekki. Þegar Jónína, þá 17 ára, ætlaði að sækja fyrsta vegabréfið sitt, brá henni í brún. Þá var mér bara tjáð að það væri ekkert fyrir mig því ég væri bara ekki til í þeirra bókum. Og bentu mér á að fara neyri bandaríska sendiráð, sem ég svo gerði þá og fékk bandarískt vegabréf, en þetta kom fjölskyldinni allri í opna skjöldu. Pabbi Jónínu mun hafa farið í bandaríska sendiráðið og skráð hana bandarískan ríkisborgara þegar hún var kornabarn. Mamma hennar var aldrei beðin að samþykkja það eða skrifa undir eitthvað. Jónína hefur alltaf búið á Íslandi nema í áratug þegar hún var tvítug þegar hún og íslenskur maður hennar dvöldu í Bandaríkjunum þar sem þau eignuðust börnin sín 2. Börnin fengu sjálfkrafa bæði íslenskt og bandarískt ríkisfang. Þegar Ísland var hluti af Schengen fór málið að vandast fyrir Jónínu. Þá fóru þeir að biðja mig í Leifsstöð hvort ég væri með vísa og veistu það ég svo græn að í fyrsta skipti sem ég gerði það rétti ég vísakortið mitt. Hún þurfti sem sagt vísa, það að segja vegabréfsáritun. Útlendingastofnun gat ekkert gert nema að veita henni dvalarleyfi sem hún þáði á meðan hún væri að vinna í hinu. Þá fæ ég skírteini sem upp á 5 ár í senn og það háð hjúskaparstöðu. Þannig að ef ég og maðurinn minn skiljum að einhverju hluta vegna, þá á ég líklega ekkert afturgengt á Íslandi. Nei, þú veist, ég skil ekkert að þessu. Jónína má hvorki kjósa í alþingiskosningum eða forsetakosningum og í gær sá hún listan með 50 nöfnum nýrra íslenskra ríkisborgara. Hvað hafa þessir einstaklingar fram yfir mig sem fædd á Íslandi með íslenska móður, gekk allar sína grunnskólagöngu hér? Hver formúlan? Hvað þarf ég að gera til að mæta þessari formúlu? Ef ekki ég án gríns, þú veist, hver þá? Ég tel mig vera íslenska, ég hef bara ekki pappír yfir það. Litáískur maður á fertugsaldri var sýknaður á ákæru meiri háttar líkamsárás og hafa valdið dauða samlanda síns í sumarbústað á Kiðjabergi í Grímsnesi í apríl í fyrra. Dómsuppsaga var í héraðsdómi Suðurlands í morgun. Mennirnir 2 voru á Kiðjabergi við byggingarvinnum. Hinn látni fannst með mikla áverka. Maðurinn neitaði sök en játaði að hafa slegið samlanda sinn 2 sinnum utanundir þannig að hann datt af stól á gólfið. Hann hlaut 2 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir löðrungana. Illa hefur gengið að útvega ungmennum á Akureyri sumarvinnu með stuðningi. Þroskahjálp gagnrýnir ástandið og segir dæmi að starfi hafi verið úthlutað án þess að vinnuveitandi sé upplýstur aðstæður. Formaður Þroskahjálpar á Norðurlandi eystra gagnrýnir seinagang Akureyrarbæjar við úthlutun sumarstarfa fyrir ungmenni sem þurfa stuðning. Foreldrar hafi ítrekað reynt að hafa samband við bæinn en hafi engin svör fengið. Það var móðir sem hafði samband við mig og hún sendi á einni viku 40, eða semst hafði samband með e-maili 40 sinnum, e-maili og síma og staðan í dag þannig að dóttir hennar ekki búin að fá vinnu og engin svör hafa fengist. Sif segir greinilegt að skipulag þurfi að bæta, gera þurfi mun betur í málaflokknum og auka fyrirsjáanleika. Vinnan sé mikilvægur liður í að efla ungmennin. Þetta ótrúlega vont mál. Af því þetta hópurinn sem að þarf mest að halda, félagsfærni og vinnu og komast út af heimilinu. Þá nefnir hún nýlegt dæmi þar sem drengur hópnum var boðið starf en í ljós kom að atvinnurekandi hafði engar upplýsingar fengið aðstæður hans. Þannig að drengurinn mætir og það vissi engin neitt. Þannig að upplýsingarnar eru greinilega ekki í lagi heldur, því miður. Nýlega gerði bærinn breytingu á skipulagi frístunda og færði þær undir skólastjórnendur sem samtök fagfólks gagnrýna harðlega og segja vera öfug þróun í frístundastarfi. Sumarvinna með stuðningi
var sem sagt eina af þeim liðum sem að breyttist sem sagt ásamt frístundaúrræðu og frístundastarfi og fleira. Þannig að ég held að það sé alveg ljóst að það eitthvað þarna sem ekki rétt og þetta tengist, já. Í skriflegu svari frá fræðslustjóra Akureyrarbæjar segir að bærinn harmi hve lengi mál ungmennanna hafi dregist. Flest þeirra hafi nú fengið boð vinnu en enn sé unnið að lausn einstakra mála. Verklag verði skoðað og úr því bætt fyrir næsta sumar. Bjarga þurftu hundruðum úr bílum í New Jersey og New York eftir mikil flóð í ríkjunum. Mikil úrkoma hefur verið í norðausturhluta Bandaríkjanna frá því á sunnudag og eru viðvaranir vegna skyndiflóða í gildi allt frá New York suður til Virginíu. Bærinn Newark Valley í suðurhluta New York ríkis hefur orðið einna verst úti. Þar eyðilögðust að minnstakosti 25 heimili og fjöldi vega. Miklar tafir urðu í neðanjarðarlestakerfinu í New York eftir að vatn flæddi lestarstöðvar. It is super frustrating. Like, people just want to go home. These are not the conditions that New Yorkers deserve to be traveling. When it rains here in New York, it sucks. I don't know what is going on, the drainage. I mean, look at this. God forbid if someone slips and falls in this. It's horrible. Whenever it rains, it's bad. Íbúar við Árskóga í Breiðholti eru enn og aftur komnir í slag við Reykjavíkurborg vegna framkvæmda í nágrenninu. Í þetta skiptið vegna göngustígs sem þeir telja að gangi freklega nærri eigninni. Íbúar við Árskóga 5-7 háðu harða rimmu við Reykjavíkurborg vegna græna gímaldsins. Flennistórs atvinnuhúsnæðis sem byrgi þeim alla sín. Nágrannar þeirra við Árskóga 1 og 3 eru nú komnir í stapp við borgina vegna göngustígs sem verið að leggja aftan við fjölbýlishúsið. Það ekki bara stígurinn sjálfur sem fer fyrir brjóstið á þeim, heldur einnig það sem honum fylgir, ljósastaurar við stofugluggana og steyptur veggur. Hann á að reisa hérðan og þarna upp á gangstétt. Þar að leiðandi, fólki sem býr hérna næst að hæðinni, horfi bara út í vegg þegar allir að njóta ævikvöldsins. Horfi bara á vegg eins og bara aðra múra sem gjörsamlega út í hött og óboðlegt. Íbúar hússins og nágrannar söfnuðu saman í dag og stöðvuðu framkvæmdir tímabundið til að koma skoðun sinna á framfæri. Mótmælin voru fyrst og fremst tákgræn. Þau stóðu stutt og voru allir samvinnufúsir þegar lögregla rýmdi framkvæmdasvæðið. Íbúar ætla þó ekki að gefast upp. Bara að vera hér, standa hér og stoppa framkvæmdir. Þótt það sé ólöglegt, þá munum við gera það. Langvarandi deilur við skipulagsyfirvöld eru farnar að taka toll af íbúum, sem eru þó misbjart sín á að fá sínu framgengt. Ég held að við fáum engar á það. Borgið bara valtar yfir okkur. Það hættur að geta sofið almennilega. Þetta bara í haustum á manni bara alla sólarhringinn. Það iðar alltaf lífi á golfvelli Grindavíkur og kylfingarnir hans keppast rástíma. Framkvæmdastjóri golfklúbbs Grindavíkur segir aðsóknina hafa farið fram úr björtustu vonum og það sé ánægjulegt að sjá heimamenn og aðra njóta sín á vellinum. Í fyrra unnu vallarstarfsmenn golfklúbbs Grindavíkur hörðum höndum að því að koma húsatóftavelli í gott stand eftir jarðhræringar. Jarðvegskönnun var framkvæmd og lagfæringar gerðar í kjölfarið. Meðal annars fyllt upp í jarðsig við 13. holu. Völlurinn var opnaður í apríl. Framkvæmdastjóri golfklúbbsins segir hann í topp standi. Við höfum náttúrulega bara gengið í gegnum svona hremmingar á undanförnum misserum og við fórum svolítið blint í sjóin með þetta, hvernig sumarið yrði en það bara komið skemmtilega óvart. Og hverjir eru það sem að sækja völlin? Það eru bara náttúrulega heimamenn. Grindvíkingar og fyrirvændi grindvíkingar og svo bara fólk af höfuðborgarsvæðinu og bara kylfingar almennt, bæði íslenskir og erlendir. Sumir höfðu ekki komið til Grindavíkur langt skeið. Þetta var í fyrsta skipti sem ég keyri hérna í gegn síðan að allt gerðist og þetta var bara ótrúlegt og ótrúlegt að upplifa þessa varnargarða og nýja hraunið og allt þess að sjá þetta með einu augum en bara í sjónvarpinu. Spilið þið mikið golf? Já, við náttúrulega bæði hægt að vinna þannig að nú hefur maður ekkert annað en að gera en að leika sér í golfi. Það bara það sem heldur okkur svona saman bara líka. Og þetta góðu völlur? Þetta bara frábær völlur og aðstæðin bara mjög góð vegna þess að þeir eru búin að vinna vel í honum hérna vellinum og skemmtilegt að spila. Hefur hann einhverja sérstöðu þessi völlur? Já, landslagið óbúslega skemmtilegt og svo hann náttúrulega bæði hraun og haf.
4 geimfarar frá Bandaríkjunum, Indlandi, Póllandi og Ungverjalandi komu aftur til jarðar í morgun eftir 18 daga í alþjóðlegu geimstöðinni. Áhöfnin var alls í 20 daga í geimnum, ferðalagið til jarðar tók 22 klukkustundir og geimfarið lenti í sjónum undan ströndum Kaliforníu í Bandaríkjunum. Nýsköpunarfyrirtækið Axiom Space í samstarfi við SpaceX, fyrirtæki Elons Musk, skipulagði ferðina. Þetta í fyrsta sinn í rúmlega 40 ár sem geimfarar frá Indlandi, Póllandi og Ungverjalandi fara út í geim og í fyrsta sinn sem geimfarar frá þessum löndum fara til alþjóðlegu geimstöðvarinnar. Miklar tilfæringar voru á Seyðisfirði í gær þegar yfir 100 ára gömlu húsi var lyft af grunni sínum, en í því eru elstu búðarinnréttingar landsins. Gamla ríkið verður lagfært í vetur og gert klárt fyrir starfsemi næsta sumar. Gamla ríkið hafði staðið á grunni sínum frá árinu 1918 og margir fylgdust spenntir með þegar stórefliskrani bjóst til að lyfta húsinu og færa. Stálbitar voru settir undir, húsið styrkt að innan og göt gerð á þakið til að ná taki á stálramma. Þannig var tryggt að gamalt og friðað timburhúsið liðaðist ekki í sundur. Múlaþing seldi húsið í vetur og með fylgir 100 milljóna ríkisstyrkur til endurbóta. Félagið Úlfsstaðir á bakvið áformin og því stjórnar Oddur Rót, sonarsonur listamannsins Dieter Rót, sem bjó lengi á Seyðisfirði og unni þar gömlum húsum. Við ætlum að byrja á því að gera upp húsið í sína fallegustu mynd og svo hugmyndin að reyna að koma í þetta einhverju starfsemi sem er skapandi og vonandi hljótast að því einhver störf hérna fyrir bæjarfélagið. Þannig að þetta sé svona ekki ein lundabúðin enn. Húsið var sett til hliðar á meðan steyptur verður nýr kjallari. Það færist til einhverja metra við þetta og stendur þá fjær götunni en verður áfram á góðum stað við smábátahöfnina. Í húsinu var lengi vel eina áfengisútsalan á Austurlandi og í því eru friðaðar verslunarinnréttingar sem komu úr Mjóafirði og eru enn eldri en húsið. Það náttúrulega fylgir í samningnum með húsinu að við komum til með að setja upp innréttingarnar, gera þær upp og setja þær upp og þær verða væntanlega nýttar sem einhvers konar verslunarrými eða það liggur beinast við að þær fá að njóta sín áfram sem slíkar. Uppgerð húsins hefst á haustmánuðum og stefnt á að það verði tilbúið fyrir starfsemi næsta sumar. Norræn þjóðmenningarhátíð hófst í Úlfarsárdal í dag. 50 ár eru frá því að fyrsta hátíðin var haldin hér á landi. Klæðskerameistari segir að íslenski þjóðbúningurinn sé kominn í tísku. Á hátíðinni koma saman gestir frá öllum Norðurlöndunum til að dansa, syngja, spila á hljóðfæri og klæðast þjóðbúningum sínum. Þetta fyrsta skipti á Íslandi? Nej, jeg har været her mange gange. Min farmor var fra Island. Det er tredje gang, jeg er her. Jeg har været her til 2 islæg og en barnlæg. Men jeg synes også, det er spændende at være her. Og nu har jeg jo lært alle mine islandske venner at kende, så er det lidt sjovere. Hátíðin hófst með kynningu á íslenskum þjóðbúningum þar sem gestir fengu að sjá mismunandi gerðir og heyra söguna á bakvið þær. Við vorum að reyna að útskýra fyrir fólki hversu marga búninga við eigum og hver munurinn á þeim og þessi merkilega staðreynd að við vorum eins landið kring. Við vorum ekki með einhverja sérstaka héraðsbúninga eða svæðisbúninga. Þjóðbúningar eru ávallt vinsælir en áhugi á þeim sveiflast í gegnum árin. Já, þetta hefur verið töluvert þéttur áhugi en hann er líklega með mesta móti núna. Hann bara jafnvel pínlítið komið í tísku og það óttustu kannski ef við förum úr tísku aftur. Þetta náttúrulega að mörgu leyti það sem ég myndi kalla svona extremely slow fashion. Þetta eru föt sem hafa ekki breyst í yfir 200 ár og eru alltaf viðeigandi. Sama hvort það er brúðkaup, jarðarför, útskriftarveisla, partí, fara í vinnuna. Alla daga hátíðarinnar verður fjölbreytt dagskrá með norrænum þjóðdönsum, tónlist og handverki. Það getur hver sem er orðið riddari kærleikans. Þetta segja fyrrum skólafélagar Bryndísar Klöru Birgisdóttur sem í óða önn að slá landsmenn til riddara. Riddarar kærleikans lögðu af stað í hringferð landi síðastliðinn laugardag og þau eru komin hingað, þau Kári Einarsson og Embla Backman til Akureyrar
Og krakkar, þið segið mér aðeins frá því bara hvert markmiðið með þessu ferðalagi? Heyrðu, markmiðið með þessu ferðalagi að vekja athygli á söfnuninni fyrir Bryndísarhlíð sem við í Riturum kærleikans stöndum fyrir. Og já, þetta bara svona skemmtiferð í kringum landið, við erum að hitta fólk bara á öllum landslutum, spjalla við kærleikan, opna samtali og bara reyna að reppa alla, fá alla með. Einmitt, Bryndísarhlíð, ef þú segir mér kannski bara aðeins svona fyrir þá sem ekki vita, hvað það? Já, Bryndísarhlíð verður úrræði fyrir börn og ungmenni sem hafa orðið fyrir ofbeldi og við erum að safna fyrir þessu í minningarsjóð Bryndísarklöru. Við erum með kærleikskristall sem fáanlegur í öllum helstu verslunum og með því að kaupa hann þá fer allur ágóði í minningarsjóðin. Svo þetta að fara á síður Ritara kærleikans og styrkja þannig og svo líka bara að leggja okkur lið með því að taka þátt á samfélagsmiðlum og peppa og vekja athygli á herferðinni. Og þetta bara fyrir útvalda eða getur hver sem orðið Ritari kærleikans? Það getur hver sem orðið Ritari kærleikans og það bara með því að hafa kærleikan að leiðarljósi í sínu daglega lífi, kaupa kærleikskristall, hrósa einhverjum, gera góðverk, vera með, bara stefna því að mynda kærleiksríkara samfélag. Þá segi ég bara góða ferð áfram og gangi ykkur vel. Takk fyrir. Takk kærlega. Og þá að veðri. Það verður suðurlag eða breytileg átt á morgun, víða 3 til 8 metrar, en heldur hvassari á stöku stað. Skýjað með köflum og sums staðar smá skúrir með hita 14 til 20 stig, en lengst af létt skýjað landið norðaustanvert og hiti 18 til 28 stig. En við ferum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Breiðablik þurfti nauðsynlega á sigur að halda í seinni leik sínum gegn albanska liðinu Egnatia í forkeppni meistaradeildarinnar. Kópavogsbúar sýndu sínar bestu hliðar í kvöld. 6 íslensk handboltalið taka þátt í Evrópukeppnum í vetur. Dregið var í fyrstu umferðir þeirra í dag. Verðlaunapeningar vetrar-ólympíuleikanna voru kynntir í dag og við hitum upp fyrir 8 liða úrslit Evrópumótsins í fótbolta. Íþróttir eftir andartak. Og það var helst í þessum fréttatíma að Íslendingur sem býr í Kív segir loftárásir Rússa stundum endast í hálfan sólarhring. Dróni lenti 200 metrar frá heimili hans. Júnímánuði var sá mannskæðasti í 3 ár meðal almennra borgara í Úkraínu. 65 ára kona sem búið hefur alla ævina á Íslandi og fædd hér af íslenskri móður hlaut ekki náð fyrir allsherjarnefnd Alþingis og var ekki meðal þeirra 50 sem hlutu ríkisborgararétt í gær. Hver formúlan, spyr hún. Eftir langa rimmu græna gímaldið eru íbúar við Árskóga í Breiðholti afturkomnir í deilu við borgina og nú vegna göngustígs beint fyrir utan stofuglugga íbúa. Þeir söfnuðu saman á stígnum í dag til að stöðva framkvæmdir. Kylfingar hafa flykkst á Húsatóftavöll í Grindavík í sumar. Völlurinn í toppstandi eftir lagfæringar, segir framkvæmdastjóri golfklúbbs Grindavíkur. Þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu núna klukkan 10, en nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á RÚV.is. En fréttastofan þakkar ykkur samfylgdina þessum þessum degi. Verið sæl. But you entered the country illegally and the taxpayers expected to foot the bill for this. You are welcome to distrust in the adjoining spa facilities.